Upplifðu ævintýraveröld Star Wars í Star Wars Battlefront, einum stærsta leik ársins. Það er undir þér komið hvort uppreisnarmennirnir hafi sigur eða hvort þið illa muni sigra að lokum. Star Wars Battlefront er komin í Elko. Elko, einfaldlega lægra verð. Sælir áhorfendur góður. Það er komið að leikjadómi hér í Game 2. Þessi er Black Ops 3, það er Call of Duty, það er Ólafur Þór Jóelsson og hann ætlar að fara yfir þetta með okkur því að hann veit þetta líklega betur en flestir. Það er bara því ég er fucking hetjan í þessu sambandi og ég þóra að fara í stríð og það er þess vegna sem ég spila Call of Duty Black Ops 3. Tróðu því. En allavega, við erum að fara að tjekka á þessu leik. Já. Ég er búinn að spila Call of Duty bara síðan Call of Duty 1 því ég er alltaf eldri en sólin og þekki þessa seríu mjög vel. Okay. Hún hefur átt svona misjafnarspretti í síðustu árin en þeir eru komin aftur í gang. Það er svoleiðis? Já, mér finnst það margt gott en margt sem mætti laga líka. Þannig við ætlum aðeins að fara yfir þetta. Já, ok. Og þetta er svona Treyarch sem er að búa til leikinn núna og hafa haft núna 3 ár til að gera leikinn sem hefur hjálpað mikið til. Okay. Og þetta er held í fyrst skipti núna í langa tíma sem hefur haft svona langa tíma til að gera leikinn. Já. Og það er að skila sér að vissu leyti. En við byrjum bara að kíkja á svona hvernig þetta lítur út hérna. Svo við byrjum bara á valmyndri í leiknum að honum er skipt upp í 3 hluta og það er magnað núna. Nú er þetta, þú veist, þetta er eiginlega 3 svona ákveðnir leikir í einum og það er þetta að fara í campaign. Okay. Og það er eiginlega sko, fólk er eiginlega hægt að nenna að spila söguþráðun í svona Call of Duty leikjum í dag, eða skotleikjum. En það sem þið gera til að bregðast við því er að nú geta 4 spilað saman í gegnum söguþráðun og hann eiginlega, þú veist, er bara eins og multiplayer. Þú getur rankað upp vopnin og þú getur gert alls kyns hluti, reyndar ekki á sögum forsendum og í multiplayer, þetta er svona sér aðskilið kerfi. Já, en það skilur ekkert eftir sig. Nei, en þú getur samt alveg verið að ranka þau upp og svona og fara með félagunum í gegnum þetta, vera í partí og öllu svona spjalla saman. Það er mjög gaman sko. Mótið tölvunni, alls kyns svona Call of Duty er þekkt fyrir svona stórbrotin atriði, svona blockbuster atriði þar sem allt er að fara til fjandans og það getur maður að fara í gegn núna með félagum. Það er mjög gott. Söguþráðurinn reyndar alveg, sko, hann er bara þynnri en pappír en er, þú veist, ágæður til að byrja með svo fer hann bara út í eitthvað rugl. Og svona alveg í restina á honum, þá fór maður svona, þeir þetta ekki verið gott. Nú er það málið? Já, hann er ekki, þú veist, hann er ekki að vera að vinna hann í verðlaun þessi söguþráður. En hann er bara fínn, gaman að fara í gegn, mikill hasar og eins og segjum, eiginlega bara mæli með að þið spilið það með vinum eða að fara í gegnum hann. Það er svoleiðis. Já, nú annar hluti sem hefur náttúrulega verið mjög vinsæll í Black Ops leikjunum, það eru zombie módið. Já. Og það er komið aftur eftir langan bit og það er að skila sér mjög vel. Mjög flottur söguþráður, það sem eru svona karakterar sem bara velþekktir leikar að leika og það er hérna, held ég, Ron Perlman er hérna og Bruce Campbell og fleiri góðir sem detta þarna inn og þetta er mjög flott. Það er þegar komið eitt auka borð í þetta sem heitir The Giant og þannig er menn bara að fara, geta alltaf verið upp í 4 að fara í gegn bara svona svæði, opna fyrir ný vopn, opna fyrir ný svæði og bara berjast við zombie og þarna reynir mikið á co-op elementið, menn þurfa að vinna saman gegn tölvunni og því sem er að gerast þar og þetta er orðið svolítið steiktara en fjölbreyttar á sama tíma. Þannig að ég mæli með zombie-módinu, það er mjög skemmtilegt. Það er svoleiðis? Já, það er mjög erfitt. Ég er alveg með drull upp á baki í zombie-mód en Ertu að spila það eitthvað svona grín? Já, ég detta alveg inn í það sko. Já, en ekkert mjög góður í því sko. En þá er komið að kannski liðinu sem ég spila mest í þessum leik og það er 3. liðurinn í honum og það er multiplayer og ég ætla að sýna það bara hvernig það virkar. Maður fer bara einfaldlega hérna inn í það og hérna blasir við manni þessi valmið hér. Public match sem maður getur bara dottið inn, Arena, það er svona nýtt, þá getur þú farið á einhver svæði og verið að skjóta. Custom Games, Freerun og því þetta. Við erum mest í Public match sem ég er að vinna hérna mest. Og það er að fara alltaf bara að creata class sem menn þekkja úr Call of Duty og þar er ég búinn að vera að setja upp, sérðu hvernig, Assault Rifle. Þetta er besti af mínu veiti, KN44 og hérna er ég ekki með nein perks eða neitt, ekki secondary, sérðu hvað ég er djarfur. Þetta er lótað þessu öll á byssuna. Þú fær maður ekki K-inni bara strax í byrjun eða? Jú, en hún er talin vera besta byssan og ég hef tekið miklu ástfóstir við hana og maður getur haft bara 10 hluti í gangi einu og ég er bara búinn að maxa það með að gera þetta svona. Já, þannig að þú ert með allt á byssunni? Já, svo er ég með Light Machine Gun, ég notaði tölvöld mikið, Submachine Gun ekki alveg mikið, Haglarinn, þar sökka ég hrikalega og svo ég verið með Sniperinn, ég er alveg skelfilegur þar. Nú það sem er nýtt í multiplayer núna velur maður sér bara svona ákveðin specialist
þannig að maður getur flakkað á milli og hver specialist hefur svona bara einhver svona sérhæfileika eins og þessi með svona 2 prjóna sem maður getur skotið niður og drepast allir í kring þú veist þessi með svona boga, þessi með svona rafstuð þessi með svona stóra svona byssu, þessi með skambyssu, þetta er svona mikið af öflugum vopnum þetta minn uppáhalds, hann með svona hæfkill og skýtir svona litlum svona flugnabúum allt og þeir sem labba það, þeir heyra sögunni til Það svoleiðis? Já, svo þetta að vera með hérna til þess þessi með eldvörpu og ýmislegt fleira þannig að maður getur gert það sem maður vill og svo bara að laga skórstrikinn, það bara eins og maður vill stýra það, care package og UAV og þetta eins og það þannig að þetta ansið magnaður leikur og ég eins og ég spila mest í multiplayer það er það sem hann gengur út af mér Nú, ef við förum aðeins yfir grafík, þá er hún svo besta bara í Call of Duty leikjunum hingað til. Bara frá upphafi? Já, þeir eru bara komið glænýtt engine, búin að vinna það frá grunni bara á Next Gen, PlayStation 4, Xbox One og PC og það bara skila sér mjög vel. Nú, við erum með, til dæmis, soundið í leiknum er náttúrulega bara mjög gott eins og hefur verið í Call of Duty leikjunum og multiplayerið sem er hjartaleiksins er mjög hratt og allt að gerast og eiginlega allt og hratt fyrir mig. Ég er alltaf 50 aldri og á ekkert í alla þessa úlinga sem gerir ekkert annað að spila bara fyrst skóla. Þannig að ég held að það þurfa að fara að koma í svona lobby fyrir eldra fólk og þar held ég að ég verið góður. Þar geta menn, þú veist, tekist í hendur og eru bara svona á rölda og bara heilsast jafnvel. Nei, Sælis, þú hér! Og svo bara, þú veist, getur maður tekið spil jafnvel og... En þetta ekki svolítið máli við þessari nýju Call of Duty leiki? Allan ástæðan fyrir ég nenni ekki að spila. Það er að maður alltaf dreifir bara leið. Já, maður er dreifir á sekúndu broti bara. Maður veit ekkert hvað gerðist. Heldur ekki fyrir maður að sér það bara í endursýningu og það er ekki gott en svona yfir bara höfuð er Call of Duty Black Ops 3 mjög solid pakki Mér finnst svolítið netmálur ennþá að stríða mig ég er að spila í PlayStation 4 þeir eru svolítið að stríða það er mikið verið að henda mann út úr lobbyum og svona vissin en þeir væntanlega að laga það og svo er það bara fyrir mig er bara erfitt stundum að halda lífi þegar maður lendir í einhverjum lobbyum sem eru bara einhverjum svona gauðra sem eiga ekkert líf þá get ég orðið alveg hrikalega pirraður og svona hásbreytt frá að brjóta stýripinna sem er þó vel byggður þannig að ég ætla að gefa leiknum 8 hann fær, ég ætla að draga hann 2 stig fyrir bara þann pirring sem hann hefur valdið mér en hann fær 8 plus stig fyrir að hafa veitt mér ómælda gleði og bara svona birtu í líf mitt sem er að öðru leyti mjög tilgangslítið og snautt allri hamingju þannig, skilur við Já, þannig Hræðilega lokaorð En þú átt allavega leikinn Það er þín eigin fjölskylda og hann fær 8 PlayStation 4 Þannig að, þú veist, mér líður ekkert alltaf illa, sko Upplifðu ævintýraveröld Star Wars í Star Wars Battlefront einum stærsta leik ársins Það undir þér komið hvort uppreisnarmennirnir hafi sigur eða hvort hið illa muni sigra að lokum Star Wars Battlefront er komin í Elko einfaldlega lægra verð